að taka byrjuð. Góðan daginn, góðir bæjarfulltrúar og bæjarstjóri og embættismenn sem hér í sal í fundarsal í bæjarskrifstofunum á Reyðarfirði. Ég býð ykkur velkomin til 375. fundar bæjarstjórnar Fjarðabyggðar og segi fundinn settan. Hér í dag á dagskrá eru eftirtalin mál. Það er fyrst, við byrjum svona öðruvísi en venjulega við byrjum á almennum málum áður en förum í fundagerðir. Og hér er fyrst eitt almennt mál sem er fyrri umræða ársreikning Fjarðabyggðar og stofnana fyrir árið 2023. Síðan er, sem þá fyrstiliðu fundar, síðan eru hér fundagerðir til staðfestinga. Það eru fundagerðir bæjarráðs sem er 841 og 842. Teknar saman til umræða atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir því andmælum. Fundagerð fjölskyldunefndar númer 1, skipulags- og framkvæmdanefndar númer 6 og hafnarstjórnar númer 309. Og áður með göngum þá til dagskrár, þá vil ég vekja athygli, tveir bæjarfulltrúar hafa ekki athygli á vanhæfi sínu undir sitt hvoru málunni í sitt hvoru fundagerðinni. Það er annars vegar að Birgir Jónsson hefur ekki athygli á vanhæfi sínu í lið 4 eða 2-4 sem myndi segja í bæjarráðsfundagerðinum 841. Það er samningur sem þar er tekin til sem var bæjarráðs samþykkti, tengist rekstri FabLab smiðju í verkmenntaskólanum þar sem Birgir vinnur og er stjórnandi og hefur óskað eftir því að fá að víkja undir afgreiðslu þess liðar í fundagerð 871. Og síðan er það sá sem hér stendur, hann lýsir vanhæfi sínu í lið hafnarstjórnar, fundagerð 309, liður 2 sjóarni við Egilsbraut. En það er málum sem tengist bróðum mínum. Þar af leiðandi vengir hefði því andmælum, þá var hann með þetta sem vanhæfi samþykkt. Og við munum víkja undir þessu liðum, þessi liði þá ekki teknir í fundagerðunum í heild sinni heldur sérstaklega að þeim afgreiðslu þeirra lokinu, að afgreiðslu þeirra að öðru leyti loknu. Þá göngum við til fyrsta liða dagskrá sem er fyrri umræðu svo áður segir ársreikning Fjarðabyggðar og stofnana fyrir árið 2023 og bæjarstjóri mun nú mæla fyrir ársreikningi til fyrri umræðu. Gerðu svo Jóna. Takk fyrir. Forseti, góðir bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Hér göngum við til fyrri umræðu ársreikning Fjarðabyggðar fyrir Fjarðabyggð og stofnanir hennar fyrir árið 2023. Ársreikningunum var áritaður af bæjarráði og bæjarstjóra síðastliðinn mánudag, en samkvæmt sveitarstjórnarlögum skal fjalla ársreikningin á 2 fundum í bæjarstjórn. Áformað er að ársreikningunum verði afgreiddur endanlega í síðari umræðu í bæjarstjórn þann 2. maí næstkomandi. Ég ætla hér að stikla á stóru í helstu stærðum ársreikningsins. Rekstrartekjur samstæðunar A og B hluta sveitarfélags námu samtals 10.568 milljónum króna, en þar afnámu rekstrartekjur A hluta 8.497 milljónum króna. Til samanburðar voru rekstrartekjur samstæðu 9.443 milljónum króna árið 2022. Rekstrartekjur samstæðu hækkuðu því 11,9% á milli ára. Rekstrargjöld án afskrifta í samstæðu á B-hluta námu 8.877 milljónum króna og þar af voru rekstrargjöld í A-hluta 7.753 milljónir króna. 8,3% hækkun er því að ræða á milli ára í samstæðunni. Rekstrarniðurstaða eða svokölluð EBITDA án afskrifta fjármagnsliðar og tekjuskatts hjá samstæðu á B-hluta var jákvæð sem nam 1.692 milljónum króna á árinu. Þar af var rekstrarniðurstaða í A-hluta jákvæð 743 milljónir króna. Framlegðin eða EBITDA nam 16% hjá samstæðunni og 8,7% í A-hluta. Rekstrarniðurstaða fyrir bæði A-hluta og samstæðu litast af verðbólgu og hækkun lífeyrisskuldbindinga, en nam gjaldfærsla skuldbindingarna í samstæðu 506 milljónir króna sem er 190 miljón króna hækkun frá fyrra ári. Í rekstrinum eru gjaldferðar fjármunatekjur og fjármagnsgjöld, það fjárhæði 622 milljónum króna í samstæðu og 580 milljónum í A-hluta. Gjaldfærslan í samstæðu er 90 miljón krónum hærri en á fyrra ári, en 228 miljón krónum hærri fjárhæð en áætlun ársins gerði ráð fyrir. Af þessu leiðir að rekstrarniðurstaða samstæðu er jákvæð sem nemur 409 milljónum króna en 102 miljón króna halla var að ræða í A-hluta.
Rekstrarhreyfingar í samstæðu námu samtals 888 milljónum króna á árinu 2023 samanborið við 1126 milljónum króna árið áður. Helstu fjárfestingar ársins voru vegna hafnar og íþrótta og skólamannvirkja auk fráveitu. Söluverðir rekstrarfjármuna og íbúðarhúsnæðis nam 35 milljónum króna á árinu samanborið við 141 milljóna á árinu 2022. Afborganir langtímalán og leiguskuldbindingar námu samtals 566 milljónum króna á árinu 2023. Lántökur ársins námu 500 milljónum króna en sveitarfélagi greiddi upp meðal annars yfirdrátt sem stóð í 200 milljónum króna í upphafi árs 2023, auk þess sem greidda voru 246 milljónum króna af lífeyrisskuldbindingum. Handbært fé hækkaði því á árinu sem 516 milljónum króna og nam 646 milljónum í árslok 2023. Eignir sveitarfélagsins voru í lok árs 2023 samtals að fjárhæð 19 milljarða og 24 milljónum króna. Þar af námu fasta fjármunir 17 milljörðum 362 milljónum króna. Heildar skuldir og skuldbindingar námu 11 milljörðum 407 milljónum króna og hækkuð á milli ára 443 milljónir. Langtíma skuldir við lánastofnanir og leiguskuldir námu 5 milljörðum 830 milljónum króna. Skammtíma skuldir rúmlega 1,8 milljarðir króna og lífeyrisskuldbindingar og aðra skuldbindingar námu 3 milljörðum 766 milljónum króna. Eigið fé á samstæðu var 7 milljarðar 616 milljónum króna í árslok samanborið við 6 milljarðar 904 í árslok 22. Breyting á eigin fé skýrist af rekstrarniðum ársins og endurmati lóða. Í þessari yfirferð hef ég reynt að fara yfir svona helstu stærðir í ársreikningnum. Eins og þið sáuð í gögnum þá ársreikningunum sneisa fullur af ýmiss konar talnaefni og lykiltölum, skýringum sem góður efni við til að líta yfir árið 2023 á milli umræðna. Áður en að reikningunum kemur til endanlega staðfestinga bæjarstjórnar þann 2. maí næstkomandi. Leið og ég lík máli mínu að langa með að þakka fjármálastjórnum okkar, Snorra styrkostjóri og deildarstjóra fjármálasviðs, Jóhanni Gunnsteini Harðarsyni ásamt öðru starfsfólki í stjórnsýslu Fjarðabyggðar fyrir mikla og góða vinnu við gerð ársreiknings fyrir Fjarðabyggð og stofnanir fyrir árið 2023. Ég legg ársreikningin hér með fram til fyrri umræðu og svo í framhaldinu til vísuna til seinni umræðu hér í bæjarstjórn. Takk fyrir. Það fyrir Jóna, orðið laust ársreikningir í fyrri umræðu. Vill einhver þessi ljós, Ragnar Sigurðsson við beðum orðið, gerðu svo Ragnar. Forseti, bæjarstjóri, ágætu bæjarfulltrúar. Ég byrja að þakka bæjarstjóra fyrir sína yfirferð og eins fjármálateyminu fyrir góða vinnu og skýra framsetningu meðal annars með greinagóðum greiningum á ársreikningnum og frávikum og lykiltölum eins og skuldaþróun og í fleiri þáttum. Það eru jákvæðir þættir í þessum ársreikningi og það ánægilegt að sjá að heildarstaða áætlunarinnar nokkuð nærri lagi varðandi afkomu eins og lagt var upp með. Rekstrarniðurstaða A-hlutans hins vegar neikvæð 100 milljónir króna en við höfum gert ráð fyrir 20 milljón króna neikvæðri niðurstöðu. Það því ekki takt að gera lítið úr því að rekstrarstaðan neikvæðri heldur en að við gerðum ráð fyrir í fjárhagsáætlun og áfram rekstur A-hlutans áhyggjuefni og það verður áfram áskorun að ná fram heilbrigðari rekstrarafkomu. Rekstur samstæðunar, hann var jákvæður 400 milljónir króna sem talsverð aukning á milli ára og nærri því sem að áætlanir gerður ráð fyrir sem vissulega jákvæð tíðindi. Í þessu öllu saman þá verður að skoðast að tekjur A-hlutans að aukast verulega og gerir það verkum að heildaráætlunin að standast og það fyrst og fremst skatttekjur. En það að gera það verkum að við erum að ná því að vera nærri lagi heldur en oft áður að fylgja eftir fjárhagsáætlun, svona hvað varðar heildartöluna og það þrátt fyrir áskoranir varðandi verðbólgu, vexti og auknar lífeyrisskuldbindingar. Og það sýnir auðvitað bara mátt okkar samfélags og þá sterka stöðu sem við höfum. En það auðvitað ekki til neins ef við getum ekki notið ávinningsins og allar tekjur enda í auknum afborgunum og
þá skilar þessi ávinningur sér lítið og við finnum hressilega fyrir því við þessar aðstæður hversu mikið skuldsetning þessa sveitarfélags kemur niður á okkur þegar við horfum á eftir 286 milljónum króna í vexti, 552 milljónum króna í afborganir og beinar greiðslur afborganar lána, vaxta og lífeyrisskuldbindinga fer vel yfir milljarð. Og það er auðvitað viðfangsefni sem við höfum verið að glíma við á undanförnum árum og því miður þá höfum við þurft að taka ný lán og það býtur núna og þessar tölur og það að A-hlutinn nær ekki þrátt fyrir þessar auknu tekjur og við náum samt ekki endum saman og auðvitað eru áskoranir eins og alltaf og það er áhyggjuefni og það verður áfram megin markmið okkar í þeim hagræðingar aðgerðum sem við erum þegar í að bæta rekstur sveitarfélagsins og sjá til þess að A-hlutinn og rekstur sveitarfélagsins í heild verði sjálfbær. Ragnar, orðið laust hér í fyrirumræðum ársreikning, viljum hvað þessi ljós. Stefán Þór Eysteinsson að beðum orðið, gerðu svo Stefán. Forseti, bæjarstjóri, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir starfsmenn. Þakka Jóni Árni fyrir góða yfirferð og sömuleiðis þakka fjármálasviðinu fyrir feikna góða greiningu á ársreikningi þessa árs. Og mér langar aðeins að ræða ársreikningin, kannski ekki í svo mörgum orðum en allavega aðeins fara yfir þessar niðurstöður. Eins og svo sem kom fram hér áðan í máli Ragnars að þetta er búið að vera ár sem hafa verið ýmsar áskoranir sem hafa komið upp. Við erum að kljást við mjög háa verðbólgu, hærri en við gerum ráð fyrir í okkar áætlunum, töluvert hærri, launahækkanir hafa verið hærri og ýmislegt annað. En á móti kemur þá hafa tekjur sveitarfélagsins aukist sömuleiðis og eins og hérna var sagt áðan þá er það svona til marks styrk þessa sveitarfélags og svona við getum alveg hort sæmilega björtum augum á þennan ársreikning og svona ágætis vegvísar það að við séum á réttir leið í þessu. Auðvitað eins og komið inn á áðan þá hækkar eða er í raun og veru samstæðan að skila af sér töluvert rekstra afgangi, meira en við gerum áætlun fyrir, en auðvitað er ákveðin vonbrigði að við séum að sjá neikvæða rekstra niðurstöðu í A-hlutanum. En þar eins og svo ofta eru ákveðnar útskýringar á, eins og með fjármagnsgjöldin, með lífeyrisskuldbindingarnar sem fóru langt umfram þær áætlun sem við gerum ráð fyrir og þar auðvitað sérstaklega sem snýr að fjármagnsgjöldunum, þar auðvitað eru að horfa á þetta háa vaxtastig og verðbólguna. Eins og var svo sem aðeins kom inn á þá er samt ánægilegt að sjá að launakostnaðurinn og launatengd gjöld þau eru nú bara svona það bil á pari sem eru þetta mjög jákvætt og það er ákveðnar svona blikur á lofti, allavega svona jákvæða blikur. Það sem við erum að horfa fram á að skuldaviðmiðið í A-hlutanum er að lækka umfram þær væntingar sem við höfðum. Sömuleiðis í B-hluta í samstæðinu þar sem við erum að fara úr 90% niður í 80%, þannig að það er svona jákvætt. Sömuleiðis er í raun og rekstrarniðurstaðan fyrir afskriftin, hún er töluvert betri en við gerum ráð fyrir bæði í A og í samstæðinu. Skuldahlutfallið sömuleiðis að lækka á báðum stöðum. Við erum að ná niður laun og launatengdum gjöldum töluvert, þannig það er ýmislegt svona jákvætt sem við getum tekið frá þessu að ég til. En eins og svo sem var komið inn á áðan þá eru áskoranir áfram til staðar og það er eins og við þekkjum, það er flókið og erfitt að reka fjölkjarna sveitarfélag sem slíkt en ég tel þó að hér séu ákveðnar svona jákvæðar blikur á lofti í þessu sem við getum tekið með okkur áfram inn í. Það er ýmislegt sem að hér inn í þessum ársreikningi við auðvitað höfum fylgst með stöðu mála í fjárhag Fjarðabyggðar yfir árið og við svona gerðum ákveðnar breytingar á hvernig við áætluðum ýmsa hluti fyrir 2024, þannig að við höfum tekið tillit til ákveðnar hluta sem við sjáum hér eins og með snjómoksturinn fræga, við höfum sett meira þar í áætlun og ýmislegt annað. Þannig að hér er ýmislegt sem við getum lært af og höfum gert það í til, höfum sett það inn í fjárhagsáætlun næsta árs. Þannig að þetta er auðvitað litast að vissu leyti af mjög erfiðu umhverfis efnahagsástandi í samfélaginu sem við svo sem öll þekkjum og finnum fyrir. Þannig að þetta er svona til marks um það en samstæðan áfram sterk
og það er mjög jákvæmt. Takk. Fyrir Stefán, ég ætla að óska þér að fá að taka til máls í fyrrumræðu ársreikning og svo sem ekkert að fara fjölur það sem komið hér fram áður hjá félagum mínum nýja bæjarstjóra hér í innleiðingunni. Byrjaði náttúrulega að þakka starfsmönnum sveitarfélagsins fyrir vinnuna við í tengslu við gerð ársreiknings. Eins og það komið fram og hér undan þá er þetta að mörguleiti jákvæðir þættir í ársreikningum. Það er svona jákvæðir, ekki segja það er jákvæð merki svona ákveðin bata í rekstri. Við erum að horfa á það að heildar áætlanir að skila sér og það er þetta megin markmið í rekstri sveitarfélaga að takast á við það að fjárhagsáætlanir gangi eftir. Það geta komið upp á því ýmis atvik geta komið upp og ýmsar óvænt útgjöld þá hvernig við getum mætt þeim og hvernig hugsanlega hægt að færa til innan félagsins. Það er auðvitað óhagstæðir og það er svona má ég segja að það er tvennt, svona þrennt deila sem svona stendur upp og kannski í utanaðkomandi þáttum sveitarfélagsins sem auðvitað er erfitt að hafa stjórn á og vega mjög þungt inn í. Við erum að horfa á að verðbólga síðastliðins árs hefur gríðarlega mikil áhrif og það er náttúrulega þungamiða núna á Íslandi að það náist bönd á verðbólguna, ekki bara fyrir sveitarfélag heldur fyrir einstakling og fyrirtæki. Þetta er gríðarlega íþykjandi umhverfi sem við erum í og gerur okkur náttúrulega svolítið berskjöldu þegar menn hafa farið gegnum mikla fjárfestingar og eru þar leiðandi skuldugir. Þetta er svona annað grundvallaratriði náttúrulega, það er má segja tekjuskipting ríkis og sveitarfélaga út frá bara núverandi kjaraumhverfi, út frá þeim verkefnum sem sveitarfélagin hafa tekið á sig og það er kannski einnig þáttur eitthvað sem við sem sveitarfélag eitt og sér ráðum ekki við en eitt sem sveitarfélag landinu verða að taka upp á grundvelli við ríki og er svo sem í stanslausu umræðu, við þekkjum það nú, en engu að síður ef við sjáum bara mjög góða greiningar sem hafa komið fram upp á síðkastið og greinar eins og eftir Harald Líndal, það að sjá með hvers konar gríðarleg umbreytingur orðið og þjónustu sveitarfélaga og þáttöku, eða sem kostnaðarþáttöku því tengdri á bara, við getum sagt 20-30 árum. Auðvitað hafa komið til breytingar og útsvarsprósentu á móti samkomulaginu sem við höfum tekið yfir. Við höfum gagnrýnt það sveitarstjórnarmenn að margir þeir samningar hafa verið svolítið eins og ef við förum bara langt aftur í tímanum og tökum grunnskólann sem dæmi, þá var það svolítið eins og þegar það var komið með steintöflunar af fjallinu og þær voru meitlaðir í stein þegar Móses kom með það niður og þeim var ekki breytt. Þessi samningur hefur svolítið fengist mér verið með þeim hætti á starfsemi og raun og veru þjónustu, því að við hefum sagt, skólinn er þetta skólaþjónustun okkar, hefur tekið gríðarlegum breytingum frá því að ríkið lét það hendi til sveitarfélaga. Bæði held ég að sveitarfélagin hafi rekið að betur, gert betur í því og svo hafa bara samfélagið og kröfur samfélagsins breyst. Var sjálfur í fræðslunefnd á þeim tíma þegar þessi tilfærsla átti sér stað og það er stór vegur frá þessum stofnunum, svo að sé sagt. Þannig að það eru ýmis þættir sem hann kom inn í sem við verðum að fara að horfast í augu við að ef sveitarstjórnarstigið á að bara eflast og dafna til framtíðarlitið, ef það á að veita þá þjónustu sem er þetta öfugt núna hér með þessi Norrlandi þar sem við veitum miklu lægra hlutfall þjónustu heldur en Norrlandi gera, þá þarf að koma til breyting á þessu samstarfi. En það verður nú svo ekki gengið frá því á einu vettvangi en þetta er eitt af þessum verkefnum. Enga síður hvað fjarðabyggð varðar, þá er það náttúrulega ljóst að við þekkjum að það er viðvarandi verkefni og hefur verið síðustu ár og verður áfram. Það er þetta að taka okkar rekstur til hann hefur náttúrulega í stanslausi endurskoðun og við þurfum að fara að stíga stærri og öflugri skref í þeim efnum. Við þurfum náttúrulega að aðlaga reksturinn því bara tekið umhverfi sem við erum í og að hann endurspegli það sem við getum úrspilað til framtíðarlitið og það er náttúrulega eins og hefur komið fram hjá þeim sem hafa talað undan er þetta alhlutinn, kannski svona sá þyngri partur.
við þurfum þetta að halda áfram þessari vegferð sem við erum í, við þurfum líka að greina stöðu á bílhjóttafyrirtækjan okkar enn betur. Hér eru ýmis verkefni sem býð okkar sem við sjá í greiningu og í orsakningi við þetta hvað varðar þeim, við tökum eitt dæmi sem eru þetta bara úrgangsmálin eða sorpmálin. Þar verðum við að ná einhvers konar betri sín og tökum á þeim rekstri. Í dag erum við að greiða fyrir utan það sem íbúarnir okkar og fyrirtæki þá beint greiða, þá erum við að greiða með þeim málflokki mjög mikið. Þetta er þetta bara verkefni sem við þurfum að komast í gegnum þessu ári. Við þurfum að eins og við erum farið að fara ennþá betur í gegnum okkar húsnæði, leita til leiða til þess að svona sníða það að þeim rekstri sem við erum í, þá að láta húsnæði frá okkur sem við nýtum ekki og munum ekki nýta. Við þurfum svona bara aðlaga, við þurfum að raunverulega að takast á við og við höfum sagt eins og var ég að fyrirtæki þannig að við séum að sníða rekstur okkar að þeirri grunnþjónustu sem við ætlum að veita, því sem við eigum að veita, samkvæmt lögum, því sem við viljum veita, gagnvart okkar íbúum til þess að þetta náist til lengri tíma. En enga síður þá er ýmis jákvæð teikn á lofti, en við verðum líka að horfa til þess að við getum eins og aðri lent í því að tekjur lækkir. Það er líka einn af þeim möguleikum. Við erum líka sveitarfélag sem byggjum náttúrulega mikla afkomu okkar á útflutningsafurðum sem er jákvætt og gott, en þar geta líka verið líka berskjöldu fyrir sveiflum í sjávarfangi og fleira. Þannig að við þurfum að stilla okkar ekstra af þannig að við tökumst á í slíka áföll sem óhjákvæmilega munu ávallt verða með einhvers konar millibili í slíku. Þannig að okkar býður verkefni. Við höfum verið í því verkefni, það hefur margt skilað sér í þeim efnum, en fleira þurfum við að ná fleiri svona leiðarsteinum þar til framtíðar liti. Enga síður er þetta sveitarfélag, því að nú sér maður að þetta ár hefur tekið verulega í hjá sveitarfélagum á landsvísu, bara eins og ekkert öðru séu okkur heldur en öðrum, að við höfum aftur á móti að mörgu leyti betri grundvöll til að takast á við slík áföll. Við viljum hlúa okkar atvinnulífi, við viljum standa vörðum þjónustunum íbúana, við viljum sérstaklega horfa til afstæðna fjölskyldna. Hér sé hagkvæmt að búa og ala upp börn, ekki síst. Við viljum fjölga okkar íbúum og þetta er allt saman hluta því sem við hafa til hliðsjónar þegar við rýnum rekstur sveitarfélagsins hverju sinni, hvernig við náum þessu markmiðum. Þannig að þetta er svona, eins og ég segi, það í þessu mörg jákvæð teikn og við þurfum að vinna áfram og vonandi verður þetta hér áfram á þeim grundvelli að við getum unnið það sem víðtækast er sátt til þess að ná árangri til framtíðarliti. Það var ekki fleira sem ég ætlaði að segja hér í fyrrumræðu, en orðið er laust í fyrrumræðu ársreikning. Engi kveðis ljós, þá ber ég hér upp að ársreikningi Fjarðabyggðar fyrir árið 2003 verði vísað til síðar umræðu sem fer þá hér fram í síðar í apríl. Þeir sem það sagði ekki, er það í maí? Annan maí, afsakið, annan maí. Það er sagðið með nýja atkvæðum að vísa ársreikningi til síðar umræðu. Annan maí, ég byrst afsökunar. Þá erum við hér næst, höldum áfram með dagskrá og næst hér fundagerðir bæjarráðs, tekna saman til umfjöllunar atkvæðagreiðslu sem enginn hreyfði í andmælum, númer 841 og 2, að undanskildum lið 4 í fundagerð 841 sem verður tekið hér sérstaklega til atkvæðagreiðslu eftir. Vill einhver þessi hljóðsundi fundagerðin bæjarráðs, Ragnar Sigurðsson þetta á morðið, gerð svo vel Ragnar. Forseti, bæjarstjóri, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að fara hér yfir fundargerðir bæjarráðs númer 841 og 842 og byrja hérna á fyrsta liðnum í fundargerð 841. Þar voru við að samþykkja að hefja viðtalstíma bæjarstjóra, formanns bæjarráðs, forseta bæjarstjórnar og öðrum kjörnum fulltrúum eftir hentugleika og þetta öllum frjálst að taka þátt. Þarna erum við að koma á reglubundnum fundum í öllum byggðarkjörnum og munum einnig útfæra það síðar hvernig við stöndum að viðtalstímum með sviðsstjórum og við ætlum að byrja núna 24. apríl á Stöðvarfirði
Svo höldum við áfram 29. maí Fáskrúðsfirði og svo í júní á Norðfirði og þessi viðtalstímar verða í boði í grunnskólanum og verða seinni part dags. Og ég vona að fólk nýti sér þetta og komi og beri upp sín erindi eða athugasemdir og spjalli við okkur um sveitafélagið og svona helstu verkefni. Svo var þarna í sömu fundargerð liður 2.6, þar kom skipulags- og framkvæmdasvið svona inn í bæjaráð og við erum að gera þetta með reglubundnum hætti að fá sviðsstjórana inn og aðra starfsmenn til þess að fara svona yfir gang mála í framkvæmdum. Þannig erum við að fylgja eftir áætlunum og sviðsstjórun gefst kostur á að fara svona yfir sitt svið og þá kjörnum fulltrúum gefst á tilefni til þess að fá upplýsingar stöðu mála. Og það sama var þarna næsti liður eftir fjölskyldusviðið og það var með sama hætti farið svona yfir helstu verkefnin þar. Nú í fundargerð bæjarráðs númer 842 þá þarna liður 3.2, þar fengum við gesti Verkmenntaskóla Austurlands, skólastjóra og aðstoðarskólastjóra á fund til okkar og við erum einnig að fá með reglubundum hætti inn núna gesti inn á fundi bæjarráðs, svona hagaðila úr samfélaginu til þess að fara yfir gangmála og efla bæjarráðið sem þennan samstarfsvettvang og auka samtal okkar við fulltrúa innan úr atvinnulífinu, stofnunum og félagasamtökum og auðvitað eru jafnframt líka alltaf óskir að fá að koma inn á fundi hjá okkur og það er bara sjálfsagt og gott. Skólastjórinn fór yfir svona þessar helstu áskoranir og svona gengi skólans undanförnum árum og það er auðvitað margt mjög gleðilegt í verkmenntaskólanum. Þetta er svona lykilstofnun í okkar samfélagi og þar er aukning á nemendafjöld á milli ára og við erum auðvitað að bjóða þarna upp á 4 verknámsbrautir og það er mjög mikilvægt að við höfum gott aðgengi að verknámsbrautum og skólum hér í samfélaginu. Þetta er eini verknámsskólinn frá Selfossi til Akureyrar. Við erum með 419 nemendur þarna á voran, 120 nemendur í dagskóla, sífellt fjölbreyttari námsleiðir og við erum auðvitað að tileinka okkur þar, það að segja skólinn, svona þessa nýju auknu tæknimöguleika með fjarnámi og helgarnámi og erum svona að mæta þessari eftirspurn sem að hefur orðið bara með fjölbreyttara atvinnulífi og öðru að auka aðgengi nemenda að skólanum og skólinn hefur staðið sig virkilega vel í kynningamálum og markasetningu og það er að skila sér í fjölgun nemenda á milli ára og það er mjög mikilvægt fyrir okkar samfélag að það sé að fjölga nemendum í verknámi. Það er svo sannarlega þörf og mikil vöntun á iðnmenntuðu fólki innan okkar öfluga atvinnulífs hér innan allra fjarða. Þannig að þetta var mjög góð heimsókn og mjög gleðilegt. Í lið 3.4 þar vorum við að fara yfir stöðu mála varðandi framkvæmdasjóð ferðamannastaða og tilgangurinn með þessum lið er svona að fara yfir þau verkefni sem við höfum fengið úthlutað í á undanförnum árum og taka smá svona stöðugreiningu á hvernig verkum hefur háttað og hvernig við erum að fylgja því eftir og þarna er einnig undir Alcoa Foundation sem styrkti Barsnesslóðan og þetta er mikilvægt atriði að fá þetta inn í bæjaráð og ég held að nú eins og alltaf er mjög mikilvægt að við fylgjum eftir þeim verkum sem að við erum að fá styrki í vegna þess að ef við erum ekki með góða eftirfylgni og við erum ekki að sjá til þess að við séum að skila og framkvæma eftir verkáætlun þá bitnar það auðvitað bara á næstu styrkúthlutun
og ég held að það sé tækifæri þarna til þess að efla aðeins yfirsýnina og fylgja styrkjamálunum betur eftir og hafa betri yfirsýn og það er undir okkur komið að tryggja það og það eru góð verkefni í gangi og eins og ég nefndi á Barsnesslóðin er mjög mikilvægt verkefni og svo erum við einnig með verkefni sem við höfum verið að vinna eftir og er bara góð framvinda í en við erum einnig með í sjónmáli tækifæri til þess að horfa til annara verkefna í uppbyggingu ferðamannastaða og þar er hægt að nefna Gerpisvæðið og eins hér Hólmanes sem að mikil tækifæri eru í og eins Stríðsárasafni sem að hefur verið hér til umræðu undanförnum fundum. Nú svo undir lið 3.7 þá vorum við þar með bókun varðandi málefni Suðurfjarðarvegar og þar er auðvitað samgöngu áætlunin undir hún er til umræðu núna inn í umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis og þau eru að fara yfir núna samgönguáætlun þannig að okkur fannst þetta gott tilefni til þess að fara yfir okkar áherslur brýna þau aðeins og hvetja þau til dáða til þess að horfa hér til mjög dapurs ástand Suðurfjarðarvegar og einkum það sem snýr hér að Sléttuárbrúnni sem er svona farin að há okkur hvað mest auðvitað eru aðrar einbreiðar brýr undir en það er þunga takmarkanir og ástand brúarinnar er orðið með þeim hætti að það er mjög mikilvægt að okkar þingmenn gerir sér grein fyrir því og átti sig á mikilvægi þess að flýta hér framkvæmdum og leiti þá leiða til þess að forgangsraða samgönguáætlun með öðrum hætti en nú er gert. Með það fyrir augum að við náum að fá brúarframkvæmdir hér á næsta ári og það er bara mjög mikilvægt að við öll tökum þessa bókun áfram og höldum áfram að þrýsta á þingmenn að horfa til þess að hér þarf að gera bragarbót á. Þakka fyrir Ragnar orðið lausnum við fundingjum Bæjarás. Stefán Þór Eysteinsson við beðum orðið, gerðu svo Stefán. Forseti, takk fyrir þetta. Aðeins að fá að ræða undir fundargerum Bæjarás og byrja hérna í fundargerum Bæjarás 841 og aðeins að fara í hérna lið 24 var ekki búið, 25 saman gegn sóun, aðeins bara að fá að vekja athygli á þessu. Þannig er verið að setja saman fundaröð þar sem við erum að fara í kringu landi og verið að setja saman nýja stefnu úrgangsforvarnir. Við þekkjum það mjög vel í þessu sveitarfélagi hversu mikilvægt er að hugsa og huga að þessum málum og snúa að úrgangi. En það er þannig eitthvað dögun í okkur að fara vel og ítalið í þau mál og þannig tækifæri fyrir okkur til að mæta og svona fylgjast með þessari umræðu sem er í gangi á landsvísu. Það er eflaust eitthvað sem við getum lært af því sem við erum að gera annars staðar og þetta kom þetta fína bréf og það sem við erum að bjóða okkur á þennan fund og ég held að fyrir þau okkar sem að hafa tækifæri til þá erum við að gera mæta en hann er þarna 22. apríl og það er svo sannlega mikið sem vinnað þarna eins og við þekkjum bara og við höfum verið að fara í gegnum í okkar úrgangsmálum hér í Fjarðabyggð. Ef ég fæ svo bara að fara yfir í fundargerð Bæjarráðs 842 og fara þarna yfir í lið 3.2 og aðeins að koma inn á eins og Ragnar gerði hér undan mér málefni Verkmenntaskóla Austurlands. Það var virkilega gaman að fá þau hérna inn á fund og þar sem þau fóru yfir þau mál sem snúa að Verkmenntaskólanum. Eins og við þekkjum þá er þetta gríðarlega mikilvægt fyrir samfélag eins og okkar að hafa svona stofnun hérna í nærumhverfinu og gríðarlega mikilvægt að við höfum gott aðgengi að námi og getum fengið annað ungt fólk til að koma hérna inn í okkar samfélag eins og við bara þekkjum og höfum séð í þeim rannsóknum sem hafa verið gerðar á ungu fólki og líkurnar á því að þau komi aftur tilbaka heim í samfélagi því lengur sem við náum að halda þeim því líklegri eru til að koma tilbaka og Verkmenntaskólinn spilar auðvitað stórt hlutverk í því og þeir hafa verið að standa sig gríðarlega vel í því eins og kom hérna inn á áðan að standa allar í
markaðssetningu sem snýr að skólanum og er það auðvitað bara gríðarlega mikilvægt og þetta auðvitað stofnun sem að gegnir veigamiklu hlutverk í okkar samfélagi og það hefur alltaf verið og hefur alltaf verið hér hjá okkur þverpólitísk sátt að standa þétt við bakið á verkmannsskólanum og sé það alls ekkert breytast og hefur það alltaf verið hvernig hefur rætt skólanum. Gríðarlega mikilvægt að hann haldi sínum stað og sínum sess hér hjá okkur. Aðeins svo inn á lið 3.7 varðandi bókun samgönguáætlun. Ég tek heils hugar undir það sem kom fram áðan í máli Ragnars varðandi þessa bókun. Þetta er þetta góð tímasetning til að halda áfram þessari vinnu og þessum þrýstingi sem við höfum verið að beita með okkar umsögnum samgönguáætlun og það er auðvitað gríðarlega mikilvægt að við göngum öll í takt í þessu máli sem og ég teli okkur verið að gera því að það er mikilvægt að vinna fyrir okkur hér á þessu svæði. Við þekkjum öll þessar bara hvernig ástandi er á vegunum hér og gríðarlega mikilvægt að þessu verið fylgt eftir og ég held að við getum öll tekið undir það og séum alveg sammála því að það sé mikilvægt að við göngum í takt í þessum málum og þrýstum á þar sem við getum og höldum okkar svona rökum uppi á lofti og náum þessi gegn sem fyrst. Meira var ekki frá mér í bíl. Takk. Það verður Stefán orðið laust. Elís Pétur Elísson, við beðum orðið Gerðs og Elís. Já, bæjarstjóri, forseti bæjarstjórnar og aðrir kjörnir fulltrúar. Ég vil vekja athygli á bókun sem fram kemur í fundargerð bæjarráðs 842 lið 3.7 og taka undir með Ragnar og Stefáni sem hér töluðu á hann. Það er gríðarlegt hagsmuna og öryggismál fyrir íbúa Fjarðabyggðar að flýta framkvæmdum við botn Reyðarfjarðar og uppbyggingu Suðurfjarðavegar þar sem þetta er fjölfarinn vegur og tengir saman atvinnusvæðin í Fjarðabyggð. Ég vil fagna því að þessi bókun sé hér komin fram frá bæjarráði og óska þess að hún ná í eyrum þar til bærra samgöngu yfirvalda. Það er mikilvægt að þessi flýtt eins og mögulegt er. Takk. Takk, Elís. Vilja fleiri kveðsljós? Svo virðist ekki vera þá ætla ég að bera upp fundargerði bæjarráðs nr. 841 og 2 að undanskildu liði 4 í 841 til samþykkt þess að saði ekki á skemmerki. Saði þetta með 9 atkvæði. Þá bara Birgi Jónsson að víkja á sal og þá förum við hér semst í lið í fundargerð 841 sem er Fablab Austurland sem er þá yfirskrift en þarna að ræða að bæjarráð samþykkti á fundi sínum 4. apríl að endurnýja samning sinn rekstur Fablab eða stafræna smiðju í verkmyndaskólanum í samstarfi við Háskóla iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytið og mennta- og menningarmálaráðuneytið, mennta- og barnamálaráðuneytið, aðeins svona á tökum á ráðuneytisheitunum. Þessi samningur sem sagt var gerður fyrir 4 árum uppalega til þess að koma Fablab rekstri í stafrænu smiðjuna aftur á stað með það fyrir augum að bæði skólar og almenningur á svæðinu geti nýtt það en frekar og hefur verið gríðarlega mikilvægt að hafa smiðju sem þessa er samfélaginu hér fyrir austan mikið svona, held að getum við öll verið sammála það, þetta er svona mikið hagsmunamál að geta boðið upp þetta, hvað sem telst bara í kennslu og í bara grundvelli ýmiss konar nýsköpun og sveitarfélagið samþykkt það að ganga til þessara samninga áfram og orðið er þar með laust við þennan lið, vil einhverja þessi ljós. Svo verðist ekki verið að þá byrja hann til samþyktar, hann er samþyktur með 8 atkvæðum. Þá má Birgir Jónsson ganga aftur í sal. Og við förum í lið 4 sem er fundargerð fjölskyldurenndar, fundur númer 1. Orðið laust þessa fundargerð, Jóhanna Sigfúsdóttir, gerðu svo líka. Forseti, bæjarstjóri og bæjarfulltrúar. Mér langar að koma hérna upp undir fyrsta fundi fjölskyldunefndar en fjölskyldunefnd er ný nefnd sem fer með málefni 3 eldri nefnda sem eru íþrótt- og tómstundanefnd, félagsmálanefnd og fræðslunefnd. Fjölskyldunefnd er skipuð 5 fulltrúum, ýmist úr fyrri nefndum eða sem eru að koma nýir inn í þessa nefnd. Það sem þetta er ný nefnd, það fór fyrsti fundurinn aðalega í kynningu enda þarf nefndafólk aðalega að setja sig inn í þau mál sem tilheyra nefndinni. Ég hlakka til að vinna með þeim málum sem koma til nefndarinnar og er sannfærð að við munum vinna þau vel.
En mér langar að koma inn á eitt lið í fundargerðinni og það er liður 4.6 en hann er starfshóp nýtingu mannvirkja. Markmiðið með þeim starfshópi er að leggja mat á nýtingu mannvirkja í rekstri Fjarðabyggðar og koma með tillögu að nauðsynlegum ráðstöfunum sem snúa að nýtingamöguleikum, viðhaldsmálum og aflagningu. Fjölskyldunefnd á einn fulltrúa í þeim starfshópi og nefndin lagði til að ég tæki það sæti. En það er gríðarlega mikilvægt að fjölskyldunefndin hafi rödd þar inni varðandi bætta nýtingu fasteigna, aukinn samrækstur og samvinnu, til dæmis varðandi félagsmiðstöðarnar okkar, en við höfum fengið skýr skilaboð frá ungmennaráði varðandi þær sem við þurfum að skoða. Takk fyrir. Takk fyrir Jóhanna. Orðið er laust, fundargerð fjölskyldunefndar. Engin kveður ljós, þá byrja hann eftir samþykktar. Þess mannsaðingefinskeiðmerki, hún er saðið með 9 atkvæði. Þá erum við næst komin í fundargerð skipulags- og framkvæmdanefndar númer 6, orðið er laust hana. Aðeins að fá að kveða með hljós undir þessu og svo sem bara líkt að koma fram hér áðan. Þar var þetta fór fram tilnefning í áðan þetta starfshóp sem ég held að sé mikið að vinni núna hratt og þétt og það er mikið verkefni sem þar býður en leiði líka mikið nauðsyn fyrir sveitarfélagið og nefndirnar að fá þarna sérstaklega að skoða þennan málaflokk ennþá betur. Kannski sérstaklega aðeins að koma aðeins inn á lið 4, hérna fór fram kynning á möguleikum til einangrunar Fjarðabyggðarhallannar með nýri nálgun sem er svona við fyrstu sýn sem kemur fram hjá nefndinni svona vekur upp gefið til kynna, þarna sé góð lausn á ferðinni sem er hugslað með að mörguleiti einfaldandur en það er lausnin sem við höfum skoðað fram að þessu sem hefur fælist í að einangra höllina með einingum. Þarna er maður að ræða efni sem er léttara, eðlisléttara og þar leiðandi minni áskorun hvað var það burðarþol og fleira. Það er verið mjög áhvert að fylgjast með þessu núna, það er komin fyrstu sýnisótt fulltrúi fyrirtækisins sem er umbóðssalir í Íslandi hefur komið austur og skoða höllina með starfsmönnum sveitarfélagsins og komið með hugmyndir og er að vinna núna að tilboði sem við þurfum að skoða mjög grannskoða vel þegar það kemur. Þarna getur verið möguleiki á að stíga stórskref í að fara í endurbætur að viðhalda á þessu mikla mannvirki sem við eigum og sem við þurfum að halda vel við til framtíðar sem skiptir okkur náttúrulega miklu máli, hvað sem er rekstrarlega séð, í bara íþrótta og æskulýðsmálum í Fjarðabyggð og Austurlandi öllu. Þannig að vonandi mun þetta gefa til kynna, þannig getum við fara að stíga svona fyrstu skrefinu og stór skref í því að koma þessu mannvirki, geti gert því meira til góða í viðhaldi og leið aukið notadrykni þessi framtíðin. Þannig að það verður spennandi að fylgjast með þessu máli núna næstu vikum. Sem vonandi verða þá svona gefið til kynna hvort að þetta skref sé hægt að stíga og þetta efni sé og þessi möguleiki sé til þess að fara í þetta verkefni. En fleiri ætla ekki að segja, orðið er laust til þessari nefnd, vill einhver þessi ljóðs. Stefán Þór Eysteinsson er viðmælandi, gerðu svo Stefán. Forseti, það er mitt að fá að bara tala undir sama máli með einangurinn kyndingu í Fjarðabyggðarhöllinni. Þetta mála þetta á svo langan aðdraganda og hefur verið tölur forvinna unni í þessu í þeim nefndum sem koma undan og núna og ég tek undir með forseta bæjarstjórnar að það verður mjög fróðlegt að fylgjast með þessari framvindu. Eins og kom inn á þá er þetta gríðarlega mikilvæg hluti okkar samfélagi og mikilvægt að þessi aðstaða sé okkur til sóma og sé í lagi og það verður mjög forvitin að fylgjast með hvernig þetta tekst til og við munum fylgjast spennt með sjá hvernig þessu vindur fram. Fyrir var ekki. Takk. Takk fyrir Stefán, við fleiri hverjus ljóðsund skipulagsframkvæmdanefnd. Svo verðist ekki vera, ég ber hann eftir samþykktar, mannsaðingefinskeiðmerki, hún er samþykkt með 9 atkvæða. Þá erum við komin í 7. lið sem er Hafnarstjórn fundargerð 309. Hún er hér tekin til umræðu og atkvæðagreiðsla undanskildu lið 2, þar sem ég mun fá að víkja á Þórdís, fyrsti varaforsti bæjarstjórnar Þórdís Bindarsson, taka við stjórn fundarins. En fyrst er það að orðið laust undir fundargerðinni að undanskildum þessum lið, vill einhver þessi ljóðs. Svo verðist ekki vera, ég ber þá fundargerðina utan liðs 2 upp til samþykkjafinskeiðmerki. Þannig að þetta með 9 atkvæðum og þá ætla ég óska til að Þórdís Mjöll Benediktsdóttir komi yfir og tæki við stjórn fundarins og ég mun víkja úr sal á meðan.
Já, þá ætlum við bara að taka fyrir mál nr. 62, sjóvarnir við Egilsbraut 26 í Neskaupstað. Er einhver sem kveður sér hljóðs undir þeim lið? Það virðist ekki vera. Þá byrjum við upp til samþykktar og það er samþykkt með 8 atkvæðum. Takk, þá bara bjóðum við Jón Birni aftur inn. Takk fyrir það, Þórdís. Þá tekjum við þetta var síðasta mál hér á dagskrá í dag. Þannig að til næsta reglulega fundar bæjarstjórnar er boðað með dagskrá 2. maí. Svo ég fari nú rétt með þetta hérna frá byrjun. Og hér verður því ekki meira fyrir tikið í dag. Ég þakka bæjarfulltrúum fundarsettuna og góðar umræður og segi fundi slítið.